Komið sæl og velkomin í fyrirlestraröð félagsfræðinnar sem unnin í samstarfi námsbrautir í félagsfræði og Félagsfræðingafélags Íslands. Í dag erum við svo heppin að fá til liðs við okkur Guðbjörgu Lindu Rafnsdóttur sem auðvitað prófessor í félagsfræði og aðstoðarrektor. Og hún ætlar að segja okkur hérna aðeins frá og ræða þjóðfélagsbreytingar og líðan á tímum COVID-19. Fyrirkomulagið með hefðbundnu sniði. Guðbjörg Linda heldur hérna stuttan fyrirlestur og svo munum við hafa nægan tíma til þess að spjalla saman, spyrja spurninga og annað þess háttar. Og sem fyrr þá getið þið gert það með því að hreinlega bara rétta upp hönd og biðja orðið eða auðvitað senda skriflegar spurningar bara hérna í spjallboxið hér fyrir neðan. Og við munum síðan halda áfram þessari fyrirlestraröð í næstu viku með tveimur fyrirlesturum til viðbótar, þannig að þetta hefur sannarlega verið skemmtilegt og fróðlegt. En þá held ég að ég gefi bara Guðbjörgu Lindu orðið, gjörðu svo vel, Linda. Kærar þakkir, ágætu fjarfundagestir og virkilega gaman að fá tækifæri til að vera með ykkur hér í dag. Ég ætla að tala í svona eins og flestir aðrir hafa gert hér undan mér í svona cirka helming tímans og síðan förum við í spjall. Ég ætla bara að byrja á því að varpa þessu hérna upp. Þetta fyrirlestraröðin og sem að hefur breyst örlítið að því litunum til að hér Ólöf Júlíusdóttir sett 1. júní en það var hvítasunna. Þannig að hennar fyrirlestur verður í staðinn 10. júní. Ég bara minna á það. En það sem að ég ætla að fjalla hérna í dag einkum tvennt og ég ætla að tengja það að sjálfsögðu COVID ástandinu. Annars vegar þá ætla ég að fjalla efnahagskreppuna sem framundan ég held að það sé bara staðreynd, við getum bara sagt það þannig, efnahagskreppuna sem framundan og þá einkum hvaða áhrif hún mögulega getur haft á líðan okkar. Og í því samhengi þá ég meðal annars að hugsa hvað við getum lært af fyrir efnahagskreppum, ekki síst kreppinu hér á landi 2008, en líka eins að svona velta því fyrir mér hvernig við höfum verið að tala heilsu og líðan í tengslum við COVID og hvað hefur fengið athygli og hvað ekki. Nú svo ætla ég að fjalla hvaða lærdóm við mögulega getum dregið af þróun upplýsinga og eftirlitstækni sem átti sér stað í kjölfar árásanna á tvíburaturnana í New York 11. september 2001. Nú var örugglega margir hissa hvernig ég ætla að tengja árásir á tvíburaturnana við það ástand sem við stöndum frammi fyrir núna. En mér langar að tengja það þeirri þróun sem mögulega geti átt sér stað í kjölfar COVID og þá ég meðal annars með smitrakningar appið okkar ágæta í huga. En ég ætla að taka það fram hér strax að ég ekkert að gagnrýna ákvarðanir eða aðgerðir sem að heilbrigðisyfirvöld og stjórnvöld hafa tekið í tengslum við COVID. Ég einfaldlega að vekja athygli á þáttum sem að kannski hafa fengið litla athygli en sem að við mögulega þurfum að sýna meiri athygli í það minnsta ef ekki hingað til þá hér eftir. En fyrst þetta, þegar ákvarðanir voru teknar að hægja á hjólum atvinnulífsins og lokun landamæra og þar með að slá út allmargar atvinnugreinar hér á landi og auðvitað víðar. Það var alveg ljóst að það var verið að verja okkur gegn tilteknum sjúkdómi, tiltekinni veiru. Það var verið að verja okkur gegn því sem við köllum í dag COVID-19. En það sem ekki var rætt á þeim tíma svo staðreynd og ég held að við getum líka hér sagt að það sé staðreynd að mögulega myndi líkurnar á öðrum sjúkdómum og annars konar vanlíðan aukast í staðinn. Annars vegar vegna nýrra heilsufarsvandamála sem myndi koma fram
eingöngu vegna þá þeirra kreppu sem við þá erum að sigla inn í. Og hins vegar vegna þess að fólk fengi síðar aðgang að heilbrigðiskerfinu til að fá bót annarra meina, bót meina sem að þegar höfðu þá látið kræla á sér. Á miðvikudaginn þá var mjög áhugavert málþing hérna í Háskóla Íslands sem að ég sett inn slóð hérna á það málþing ef þið hafið ekki þegar hlustað á, eða ef þið hafið ekki verið á staðnum og þannig að þið getið hlustað á það síðar ef þið vilduð. Málþingið kallaðist út úr kófinu, heilsa, efnahagur og stjórnmál. Og þar var meðal annars Bryndís Sigurðardóttir smitsjúkdómalæknir og hún sagði, og smitsjúkdómalæknirinn sjálf sagði, að landsmenn fórnuðu ýmsu í kófinu. Heilsa margra hrakaði á þessum tíma og hún bendi jafnframt á að það hefði ekki mikið verið rætt á þessum tíma einmitt þá staðreynd. Og ég hugsaði bara með mér, já, hún að segja þetta er einmitt það sem ég ætlaði að vekja athygli á í mínu fyrirlestri. Bryndís benti á að biðlistar lengdust, þjónusta minnkaði. Og hún sagði jafnframt, þetta sem ég ætlaði að gera umfjöllunarefni hér, áhrifin af þessu eiga mjög líklega eftir að koma fram. Það er að segja, þetta er eitthvað sem verður okkar framtíðarmelódía að glíma við. Ég nefndi þetta hérna vegna þess meðal annars að doktorsritgerð Hjördísar Sigurðsdóttur og greinar sem að hún og einhverjar, ég og hún saman og fleiri hefur birt, sýnir einmitt þetta tengt efnahagshruninu 2008, þar að segja aukna vanlíðan starfsfólk sveitarfélaganna, það voru viðfangsefni hennar doktorsritgerðar, í kjölfar efnahagshrunsins og í rauninni meiri kjölfar hrunsins heldur en akkúrat þegar fólk var að upplifa kreppan væri sem dýpst. Því þetta kemur fram og hefur komið fram nokkrum árum síðar en ég ætla að komast betur inn á það eftir. En þegar verið að bregðast í faraldrinum eða útbreiðslu kórónuveirunnar, þá var ekki sérstaklega verið að ræða það að það var verið að taka ákvörðun að forgangsraða vandamálum á sviði heilsu og líðanar, eða við varum að færa einhvern fórnarkostnað með því að taka þær ákvarðanir sem teknar voru. Ef þið viljið skoða þá umræðu eitthvað frekar, þá sjáum við hérna að það er hérna linkur á grein sem að Hlynur Orri Stefánsson skrifar á ensku. En þetta var áreiðanlega mjög skiljanlegt og ég er ekkert að gagnrýna það, til þess að segja það aftur, heldur að benda á að mikilvægi þess að núna þegar við tökum í það minnsta næstu skref að við höldum þessu til haga og að við veltum því fyrir okkur ef að kemur önnur COVID-bylgja, önnur kórónubylgja yfir okkur að við aðeins kannski horfum í fleiri áttir. Ýmis hliðaráhrif COVID-19 veirunar eiga eftir að koma í ljós, meðal annars vegna þessara efnahagsþrenginga og atvinnuleysis sem ástandið hefur kallað yfir okkur og mun kalla yfir okkur enn frekar mögulega núna þegar framlíða stundir. Samkvæmt heimasíðu Hagstofu Íslands, ég er að sýna ykkur hérna bara ákvað að skella upp hérna nokkrum þar sem ég finnst vera mjög áhugaverðar heimildir sem ég er ekkert að staldra neitt sérstaklega allir annars ekkert vera að vísa neitt til en bara þið sem hafið mögulega áhugaði að skoða frekar. Samkvæmt heimasíðu Hagstofunnar þá var 7% atvinnuleysi í apríl og spár 12% atvinnuleysi á þriðja ársfjórðungi þessa árs. Og það er mjög hátt. Atvinnuleysi fór ekki upp í 12% í kjölfar bankahrunsins 2008. Atvinnuleysi náði þar almennt ekki 10%. Við sjáum líka tölur að 17,8% fólks hafi í loka apríl verið með enga eða skerta vinnu hér á landi. Og sumar þessara heimilda sem að þið getur skoðað hérna ef þið hafa áhuga, sem sýna fram á það að til dæmis að skert atvinnuleysi
getur haft neikvæðar skert atvinna, ætla ég að segja, getur líka farið illa með bæði budduna náttúrulega og félagslega og andlega stöðu einstaklinga. Flestar rannsóknir sýna að atvinnuleysi geti haft neikvæð áhrif á heilsu og líðan þeirra sem í hlut eiga. Og auðvitað, og það mest rætt, að það hefur áhrif á þá sem missa vinna, en líka bara nánast ættingja og ekki síst börn þeirra fjölskyldna. Rannsóknir hafa líka sýnt tengsl milli atvinnuleysis og aukinnar dánartíðni, meðal annars, en alls ekki eingöngu vegna sjálfsvíga. Atvinnu- og tekjumissir geta fylgt geðræn vandamál, svo sem þunglyndi og kvíði, sem síðan getur haft neikvæð áhrif á möguleika þeirra sömu til að fá vinnu á ný og jafnvel dregið úr því að fólk leiti sér vinnu. Og þetta gildir Ísland ekkert síður heldur en önnur lönd hér í kringum okkur. Nú síðan, og það hefur verið umræðinni meðal annars tengt bara þessu ástandi, en ýmsar rannsóknir hafa sýnt það að lendi fólk í atvinnuleysi þá aukast líkur á sambandsslitum, hjónaskilnaðum og þess háttar. En eftir sem atvinnuleysi verður meira og eða óvissan, og ég ætla að leggja áherslu á óvissuna hérna eftir, vari lengur, eftir sem þetta ástand vari lengur, því líklegra að afleita áhrif þess geti orðið djúpstæð og að það geti aukið á misskiptingu og sett neikvætt mark á heilsu og líðan þjóðarinnar. Í einn af þessum rannsóknum sem komu upp þarna á skjáinn áðan, frá 2015 og var gerð í 63 löndum. Og þá kemur fram, og ég ætla að biðja ykkur að hugsa það aðeins út frá okkar landi, út frá Íslandi. Þar kemur fram að í löndum þar sem atvinnuleysi hefur í gegnum tíðina verið lágt, eins og Íslandi, það eru fá lönd sem hafa búið við jafn hátt atvinnustig og Ísland undanfarin ár. Að í þeim löndum sem eru þá sömu sporum á Íslandi eða svipum sporum, að þar var fólk útsettara fyrir auknu óöryggi og alls kyns samfélagslegum vandamálum tengt atvinnuleysi en í löndum þar sem atvinnuleysi hefur verið algengara. Með öðrum orðum, þá getum við mögulega dregið þá ályktun að þeir sem missa vinna á Íslandi séu mörguleyti erfiðari upplifun eða erfiðari fyrir þá einstaklinga heldur en í sömu löndum, öðrum Evrópulöndum til dæmis þar sem atvinnuleysi algengara. Ástæðan svo auðvitað, ef margir eru atvinnulausir kringum þig, þá fylgir því mögulega ekki jafn mikil skömm eða slæm stimpill að vera atvinnulaus. Það er að segja já, þú ert, af því þetta eins og félagsfræðin hefur fjallað í öðru samhengi að við erum náttúrulega alltaf að spegla okkur í samfélaginu í kringum okkur og ef ég einn fárra sem að missi vinnuna þá upplifi ég það verr heldur en ef að ég þar sem að margir eru í landi þar sem að atvinnuleysi algengt. Þetta svona snýst það hvernig maður speglar sig í samfélaginu. Og þetta skýrir líka það hvers svona til dæmis skammtíma afleiðingar hópuppsagna oft mildari fyrir líðan og sjálfsmynd einstaklinga heldur en þegar að svona einum og einum einstaklingi sagt upp. Ef maður lendir hópuppsögn eins og þetta hefur verið að gerast í kringum okkur núna, þá getur rætt við aðra í hópnum og þetta kom meðal annars fram í dóttorsritgerð Ástu Snorradóttur sem ég ætla að koma inn á eftir aftur, en hún skoðaði líðan fólks í fjármálafyrirtækjum í kjölfar bankahrunsins. Þó rannsókn hafi sýnt að það sé auðveldara kannski að vera atvinnulaus í löndum eða það sé erfiðara að vera atvinnulaus þar sem að í
löndum þar sem atvinnuleysi eða líka bara á stöðum að því að við erum til lönd að þá atvinnuleysi auðvitað dreifist ekki jafnt yfir fjölmenn lönd og ekki heldur jafnt á aldurshópa til dæmis. En það alveg ljóst að ef að sterkt velferðarkerfi til staðar, rannsóknir hafa til dæmis sýnt að Norðurlöndin eru með sterkt velferðarkerfi með samanborið við mörg önnur lönd og þar eru atvinnuleysisbætur háar miðað við víða sem gera það verkum að þetta efnahagslega auðveldara að verða atvinnulaus í þessum löndum heldur en þar sem þessum velferðarkerfið grípur ekki fólk. Og við erum að sjá þetta auðvitað til dæmis að gerast í Bandaríkjunum núna þar sem að mótmæli sem að eiga sér stað og byrja sem mótmæli á þar sem verið að mótmæla því að sé verið að fara illa með svart fólk. Það líka endurspeglar í rauninni það að fólk eru að upplifa mjög mikla mismunun almennt í samfélaginu. Og þannig að mótmælin eru meira farin að snúast líka það að vera að vekja athygli á vaxandi misskiptingu sem kemur fram í þjóðfélaginu og ekki síst einmitt núna í kjölfar COVID. Ýmsar erlendar rannsóknir hafa sýnt tengsl milli atvinnuleysis og sjálfsvíga. Og þá bara ég aftur að vekja athygli á því að nýlega rannsóknir að sýna að annars vegar á því lengri tími sem að fólk án vinnu, þeim meiri líkur á sjálfsvígum. En einnig þetta að fólk sem býr við góð efnahagsleg skilyrði, að það á erfiðara með að aðlagast auknu atvinnuleysi eða atvinnuleysi en aðrir og þannig eru rannsóknir að sýna fram að þessi sterkari tengsl milli atvinnuleysis og sjálfsvíga hjá hátekjuþjóðum en þjóðum sem að kannski búa við meiri fátækt og þar sem að atvinnustigið ekki eins hátt. Og þetta kemur auðvitað inn á þessa nagandi óvissu sem að margir standa frammi fyrir á svona tímum. Við erum búin að vera að tala óvissu tengt heilsufari, þar sé óvissu tengt því að við erum öll búin að vera að reyna að verja okkur gegn því að veikjast af veirunni. En staðreyndin er svo aukinn kvíði, þunglyndi og önnur geðræn-vandamál geti gert vart við sig, ekki einungis vegna atvinnumissisins sem slíks, heldur einnig og ekki síst vegna óvissuna sem margt fólk uppir á krepputímum. Og það er mjög merkingarbært í dag. Við stöndum frammi fyrir mikill óvissu bæði hvað varðar þróun faraldursins og ekki síður hvað varðar þróun efnahagsmálanna. Og það nokkuð ljóst og mikilvægt fyrir okkur að hafa í huga að neikvæð áhrif efnahagskreppunnar á heilsu og líðan fólks getur varað mun lengur heldur en sjálfur sjúkdómurinn sem við erum að reyna að verja ykkur gegn eða sjálf veiran. Rannsóknir sem hafa verið unnar og ég nefndi aðeins áðan og svo hófist með gagnaöflun í tengslum við doktorsritgerð Hjördísar Sigursteinsdóttur, félagsfræðings sem núna dósent við Háskólann á Akureyri, fjalla þetta meðal annars. Rannsóknin hefur haldið áfram, Hjördís varði sína ritgerð 2018 en hún hefur haldið áfram að safna gögnum og þannig hún er að safna langtímagögnum, svokölluðum panelgögnum meðal starfsfólks sveitarfélaga, þar sem sjónum einkum beint að líðan fólks sem að sinna þá kennslu og umönnunargeranum, þar sé á vegum sveitarfélagana. Þetta þýðir þá, þetta leikskólar, grunnskólar og síðan umönnunarstofnanir ýmiss konar. Þegar við fylgjum þessum einstaklingum eftir þá sjáum við fjölgun læknisheimsókna, auknar veikindafjarvistir, aukna andlega vanlíðan
og aukin samskiptavandamál meðal þessa hóps. Það að segja að það spurt, þetta auðvitað spurningalisti sem byggir á allskyns spurningum og það sem þá verið að leggja mat á allskyns tegund líðanar og fleira sem snertir heilsu og líðan. Og við sjáum að milli 2010 og 2011 þá hrakaði líðan fólks að þetta við að meta sjálf, þetta allt sjálfmetin líðan, fólk að segja okkur hvernig því líður. Og við sjáum það að fólk að fara, leitar oftar til læknis og veikindaleyfi eða veikindafjarvistir aukast. Það gerðist það jókst milli 2010 og 2011, bankarinn var 2008, það jókst milli 2010 og 2011, það jókst enn frekar 2013 og svo 2015 aukningin minni heldur en árna áður en það samt sem áður ennþá aukning og meiri vanlíðan sem mælist heldur en fyrir þennan tíma. Og svo Hjördís að búin að skoða 2018 gögnin og mér skilst að við sjáum aðeins að líðan sé að heldur að batna en að við syns heldur að fara tilbaka aftur og þess vegna verður fróðlegt að sjá hvað kemur út úr eftir COVID spurningalistanum sem hún vonandi getur unnið með. En það sem mikilvægt í þessu sambandi er að þessi tegund vanlíðunar, hún kemur ekki fram bara strax í kjölfar bankarinnsins heldur alltaf 5-7 árum síðar líka. Samdrátturinn kemur seinna fram náttúrulega hjá sveitarfélögunum heldur við í einkageiranum en samdrátturinn átti sér svo sannarlega stað þar og þið hafið kannski heyrt að innan sveitarfélaganna þá ákveðnar áhyggjur í dag yfir þeim samdrætti sem að COVID hefur eða þau áhrif, neikvæðu efnahagslegu áhrif sem COVID hefur haft á rekstur sveitarfélaga. Ég nefndi líka áðan Ástu Snorradóttur sem safnaði þá gögnum í tengslum við fjármálafyrirtækin og þarna sjáum við í báðum þessum doktorsritgerðum að starfsfólki líður vel ef það vinnur í einingu á vinnustöðum eða á deild þar sem starfsfólk hafi verið sagt upp. En við erum hérna bara að tala við fólk sem hélt vinnunni, við erum ekki að tala við fólk sem misti vinnuna. Og það vakti athygli að í doktorsritgerð Ástu Snorradóttur kom í ljós í sum tilfellum þá leið þeim betur sem hefðu mist vinnuna, þar að segja þeir sem störfuðu í fjármálafyrirtækinu, og leið fólki að hluta til betur sem hafi mist vinnuna heldur þeir sem sátu eftir í bönkunum. Ekki tíma til að hugleiða hvernig á því stendur eða hvernig á því stóð, en það sem ég ætla bara að velta fyrir mér hér í þessu tilfelli með ykkur hvort og hvernig við getum undirbúið okkur fyrir þessa tegund vanlíðunar sem að mögulega og mun líklega mun fylgja COVID. Heilbrigðisyfirvöld búin að undra að taka við fólki sem hefur veikst sem afleiðing þessa samdráttar sem COVID hefur í för með sér. Og annað sem að ég hef ekki tíma til að staldra við hér og nú að þessi óvissa á vinnumarkaði sem við stöndum nú frammi fyrir getur líka veikt mjög samningsstöðu einstaklinga og auki líkur á broti sig á lögverðum réttundum þess og það heilmikið talað það í tengslum við þetta. Það að segja tengslum við kreppuástand. En tíminn flýgur og ég ætla að fara aðeins frá þessari umræðu sem sagt heilsu og líðan og yfir í að spá aðeins í tæknina, upplýsingatæknina og sérstaklega eftirlitstæknina. Og vegna þess að því hefur verið haldið fram af erlendum að hryðjuverkaárásirnar í New York og Washington 11. september 2001
hafi verið eins og olía á eld þeirra sem fást við þróun tækni sem notið til þess að hafa rafrænt eftirlit með einstaklingum. Einnig að tækninýjungar sem áður hafi þótt stangast á við lög persónuvernd hafi í kjölfar árásina þótt sjálfsagt að framleiða í nafni öryggis og verndun borgarinnar. Árásirnar eru til þess að auka áhyggjur ýmissa þjóðarleiðtoga af öryggismálum í heiminum og alloft sáum við staðhæfingar á borð við að þessir atburðir hafi haft í för með sér breytta heimsmynd og að heimurinn stæði fram fyrir nýrri ógn. Í þessu tilfelli var ógnin sem sagt hnattræn hryðjuverk. En á síðustu mánuðum hefur ógnin verið hnattræn veira og í mörgum löndum voru samþykkt lagafrumvörp í hraði í kjölfar 11. september 2001 sem heimiluðu auki eftirlit lögreglu og aðra njósnastarfsemi undir formerkjum þjóðaröryggis, allt í nafni þessarar nýju ógnar. David Lyon sem kom í fyrirlestur á norrænu félagsfræðingaráðstefnuna sem haldin var í Háskóla Íslands árið 2001 ef maður rétt. Nei, árið 2002 held ég, einn þeirra sem að sýnt hefur fram á magn rafræns eftirlits með einstaklingum eða sýnt fram á að eftirlitið, magn eftirlits hefur aukist mjög í kjölfar árásina á tvíburaturnana og trúin á tæknilegar umbætur á eftirlitskerfum til þess að auka öryggi einstaklinga hefur jafnframt aukist. Og David Lyon alls ekki sá eini sem að fjalla þetta. Það er mjög stórt félagsfræðilegt netverk sem ég hef haft svona annan fótinn í sem að hefur verið að fjalla þetta aukna einstaklingseftirlit sér í lagi þá í kjölfar hryðjuverkaárásina 2001. Og þetta er merkingabært fyrir okkur á Íslandi, meðal annars vegna þess að við stöndum framarlega í tækniþróun hér á landi og okkur ber gæfa til þess. Okkur ber líka gæfa til þess að við treystum almennt sér stjórnvöldum mjög vel. Kannski þess vegna þá vorum við fyrst þjóða til að þróa andlitsgreiningabúnað sem setti var upp á flugstöðinni í Keflavík í september 2001. Fyrst allra flugstöða í heiminum. Og nú erum við, að því mér skilst, fyrst til að þróa og taka upp notkun á smitrakningar-appinu. Félagsfræðingar á borð við David Lyon og fleiri benda á að eftirlitið hafa orðið mikilvægur þáttur í kjölfari árásana og að orðræðan í þjóðfélaginu hafa margan hátt þróast yfir í það að menn voru álitnir sekir þar til áhættugreiningin sýndi annað. Þetta höfum mörg dæmi og ég hef haldið nokkra fyrirlestra þetta þar sem ég að fjalla þetta tengt aukin eftirlit, rafræn eftirlit á vinnustöðum. Það sem kannski fólk þá álitið latt, ekki verið að sinna vinnunni fyrir að hægt að sýna fram á annað. En hér sambærileikinn kannski sá að við höfum á undanförnum vikum verið beðin að temja okkur hegðun sem gengur út á að fólk sé talið sýkt þar til að áhættugreiningin sýnir annað. Þess vegna höfum við átt að halda okkur heima og vera með í það minnsta 2 metra fjarlægð frá næsta einstaklingi sem við þekkjum ekki og svo framvegis. Og í ljósi þessa þá ætla ég aðeins að skoða COVID-smitrakningarappið sem hefur verið hlaðið niður í 150.000 símum hér á landi. Áreiðanlega mjög æskilegt og gott og ég vil bara aftur segja eins og ég sagði hérna í upphafi fyrirlestrar, ég ekki að gagnrýna hvorki persónuvernd né stjórnvöld fyrir ákvarðanir og aðgerðir sem gripið hefur verið til og ég ekki að gagnrýna persónuvernd fyrir að hafa samþykkt þetta smitrakningarapp. Ég bara vekja athygli á því að það kannski ekki allt sem sýnist eða við þurfum í það minnsta bara sem upplýstir borgarar að átta okkur aðeins á því hvað svona app getur mögulega gert umfram það sem þetta á að gera.
ég hlóði sjálf niður og þess vegna hef ég getað verið að skoða það og í appinu stendur þetta í mínum síma ég held ég sé komin hérna, miðlun persónuupplýsinga. Persónuupplýsingum verður eingöngu miðlað til smitrakningarteymis almannavarna og þá að fengnu samþykki þínu. Að öðru leyti verður persónuupplýsingum ekki miðlað nema lög kveði á að skylt sé að miðla slíkum upplýsingum. Og ég staldra aðeins við þetta að þegar ég túlka þetta sem svo að stjórnvöld geti sett fram lög sem kveði á að slíkum upplýsingum skuli miðla. Eða mér að það er augljóst, það stendur þarna. En þar sem við berum traust til stjórnvalda þá höfum við trúlega bara engar áhyggjur af þessu. Síðan stendur einnig, persónuupplýsingum verður ekki miðlað út fyrir evrópska efnahagssvæðið. Og ég spyr, af hverju þarf að taka það fram? Persónuupplýsingum verður eingöngu miðlað til smitrakningarteymis almannavarna samkvæmt því sem að fram kemur. Þannig einhvern veginn þá ætti það þá að vera augljóst að þau eru hér. Smitrakningarteymið er hér, en eitthvað veldur því samt sem að þetta sett þarna inn. Svo talað þín réttindi. Þú átt rétt á að fá upplýsingar þau gögn sem vistuð eru vegna notkunar á smáforritinu, ásamt því að fá afhent eintak af slíkum gögnum. Og ég spyr, er hægt að kúga einhvern til þess að ná í og veita einhverjum öðrum slíkar upplýsingar? Hvað veit ég lifi mjög vernduðum heimi en maður sér það geta gerst. Nú þá spurningin þessi og sem var mjög mikil í kjölfar 11. september 2001, er þetta eitthvað vandamál? Og höfum við eitthvað að fela? Tímans vegna ætla ég ekki að fjalla aukna upplýsingasöfnun með einstaklingum sem fer fram mjög víða á vinnustöðum hér á landi til dæmis. Og það sem að starfsfólk og aðrir hafa þurft að velta þessu fyrir sér. Ég meina, hvert er vandamálið? Höfum við eitthvað að fela? Og ef við höfum eitthvað að fela, ef það er eitthvað sem ekki þolir dagsins ljós, eigum við þá ekki einmitt að safna þessum upplýsingum til þess að varpa á það ljós. Ég ætla að, er ég með svona animation hérna þessari glæru. Við elskum öll nýja tækni. Nú er ég komin hérna í vanda með tæknina. Við elskum öll þessa nýju tækni nema til hún fer að stríða okkur eins og hún gerir hérna við mig og við viljum auðvitað ekki á hana að vera. Og kannski þess vegna þá erum við svo blind á hana. Allir vilja vera nútímalegir og það er púkalegt að vera ekki með nýjustu tækni og við lítum svo að tæknin hleypir okkur áfram inn í framtíðina. En hættan er mögulega svo að tæknihyggjan verður svo sterk og að tæknileg gildi muni bara hreinlega að taka yfir hugsun okkar og sýn og við verðum blind á mögulegar neikvæðar þætti tækninnar. Hugur ræður hálfri sjón og við þurfum að spyrja okkur hvort trúin að nýjungar á sviði tækni hljóti alltaf að vera hinu góða og hvort svo trú komi jafnvel í veg fyrir gagnrýna hugsun. Í gær þá var ég á málþingi í Háskóla Íslands í tilefni 75 ára afmælis Páls Skúlasonar heitins, fyrrverandi rektors og heimspekiprófessors, í bók hans Umhverfing, sem að margir félagsfræðingar elska, sem kom út árið 1998, þá skrifaði Páll þetta, að verði tæknileg rökvísi, alls ráðandi, þá skeyta menn ekki annað en hagkvæmni og árangur og líta á spurningar sannleika og réttlæti sem hvimleiða orðaleiki sem engu skipta fyrir gang mála í veruleikanum.
Ég læt þessa tilvitnun í Pál Skúlason verða mín síðustu orð hér og sem svona bara hvatning til þess að við veltum aðeins fyrir okkur þeirri tækni og í þessu tilfelli þá smitrakningarappi sem að við mörg hver örugglega hér sem erum að tala saman núna göngum með í símanum okkar og við veltum því svolítið fyrir okkur hvað við í rauninni erum að gera. Takk fyrir. Kærar þakkir, Linda, fyrir þetta frábæra erindi. Margt þarna sem að ég vissum að við viljum ræða. Linda, ef þú núna hættir að deila glærunum, þá komum við öll svo fínt upp á skjáinn og getum haldið umræðum áfram. Ef ég hætti að deila glærunum, já. Já. Stopp, sér. Glæsilegt. Ja. Og þá bara að rétta upp hönd eða skrifa spurningar í textabóksið. Hver vill ríða vaðið? Guðmundur Ævar, gjörðu svo vel. Ég skal byrja. Guðbjörg, takk kærlega fyrir mjög áhugavert erindi. Ég mér langar til þess að staldra aðeins við þetta síðasta sem þú sagðir hérna varðandi smitrakningarappið. Og mér finnst það dálítið bara eiginlega vera svona toppurinn á ísjakanum yfir þessari, komur að segja, tæknilegu rökhyggju og vil fá að við lítum okkur aðeins nær að þetta COVID ástand hefur þetta líka ýtt okkur í háskólanum dálítið svona harkalega inn í þennan hugsunarhátt þarna með Zoom-fundum og svo framvegis. Þarna, mér er bara gaman að heyra svona þínar hugsanir það sem ég vil kalla núna dálítið svona dóminósvæðingu háskólakerfisins, sko. Við erum dálítið, það er dálítið verið ítóku dálítið svona hratt inn í þetta og núna þykjast allir vera svo góðir í fjarkennslu og svona og þar er svona krafa dálítið bæði frá nemendum og kennurum jafnvel líka, sko, að við förum að beisla tæknina meira, en ég óttast aldrei við sem að elta þessa tækni bara út í skurð, út af því að við sjáum kannski síst það sem stendur okkur næst sem er svona mikilvægi beinna félagslegra samskipta í rauntíma, en mér finnst við að dálítið vera ít okkur inn í svona hálfgerða svona dystópíu, skilur, það sem þetta á alltaf vera svona rafrænt, sko. Já, það sem ég hef velt fyrir mér í þessu samhengi og kemur mitt inn á þetta sem þú nefnir að sko, það sem hefur gerst núna og það sem mun mögulega gerast áfram en frekar að tæknin gerir það að verkum að við getum aldrei tekka okkur út. Vegna þess að ef við erum veik heima þá getum við samt alveg haldið fjarfyrirlestur. Ef við erum í fríi með fjölskyldunni þá getum við samt alveg tekið einhvern fund vegna þess að við getum alltaf tekið þá á Teams eða Zoom eða hvað sem þetta heitir allt saman. Þegar staðið bara frammi fyrir því að fólk ætlaði að vera í fríi en segir já, ok, ég er það bara með á Teams, komið einhvers staðar út á land. Þannig ég held að sko, þetta sem þú einmitt nefnir, Guðmundur, að sko, frelsið sem að þessi tækni færir okkur, hún mun jafnframt fjötra okkur. Það er óbúslega mikil frelsi sem að í því felst að hafa sveigjanlega vinnu og geta sinnt vinnunni hvaðan sem er. En núna þegar við getum orðið kennt bara frá sumarbústaðnum eða af hótelherbergin í útlöndum eða hvað eina og auðvitað tekið alla hina fundina, þá spurningi svolítið þessi, hvenær megum við bara verið í fríi? Frábært. Mér langar að skjóta svona spurningu eða vangaveltur sem að því mér fannst þetta svona þessi persónuverndarvinkill svo ótrúlega áhugaverður og ég hef sjálf verið mjög hugsi í þessu COVID ástandi þegar við sjáum
til dæmis forstjóra íslenskrar erfðagreiningar vera munnhöggvast við forstjóra persónuverndar í fjölmiðlum, þetta slagorð hlýðum víði. Ég las áhugaverða grein á Guardian daginn þar sem það var verið að tala að við munum eyða næstu mánuðum og árum í að berjast við COVID en síðan mun taka við jafnlöng barátta til þess að berjast fyrir þessum svona lögmálum persónuvernd að fá hann aftur og þessi mannréttindi í raun og veru. Viltu svona kommenta þess á það? Finnst þér við ekki vera nógu gagnrýnin eða hvernig? Nei, við erum náttúrulega, og ég segi náttúrulega, en ég dreg það tilbaka og ég ætla að segja, ég held að við séum alls ekki nægilega gagnrýnin hvað varðar umgengni okkar við tæknina og það kom fram, ég vann rannsókn, ég fékk styrk frá Rannís fyrir þó nokkrum árum síðan til þess að skoða áhrif upplýsingatækni á vinnufyrirkomulag og lagði fyrir spurningalista og tók viðtöl við fólk sem vann ýmiss konar störf en það sem það áttu sameiginlegt var að það vann undir mjög svona stífri eða það var fylgst mjög vel með fólki í vinnu í gegnum alls kyns tækni sem og það er ótrúleg flóra af tækni á flestum vinnustöðum, á mörgum vinnustöðum í það minnsta sem safnar okkur alls kyns upplýsingum. Og yngra fólkinu fannst þetta miklu minna truflandi heldur en þeir sem eldri voru. Og þá er spurningin hvernig túlkar maður það? Sumir túlka það þannig að bara þeir sem eru eldri eru bara tæknilega nátttröll og eru bara hrædd við nýja tækni og finnst þess bara allt grunnsamlegt og óþægilegt sem verið að innleiða. Og þetta þessi hugsun svolítið, held ég, ríkjandi í okkar orðræðu að við verðum tæknileg nátttröll og þess vegna svo erfitt að vera einhvern veginn á móti ýmsum tækniþróunum. Við viljum vera í nútímanum, við viljum ekki vera gamaldags, við viljum ekki vera kjánaleg, við viljum vera í nútímanum og nútíminn að geta fylgt mjög eftir tækninni. Hin leiðin til að túlka það væri svo að unga fólkið orðið svo vant alls kyns tækni, það hefur ekki unnið á þessum tiltekna vinnustöðum án þess að vera undir þessu stífa eftirliti, þannig að það hefur ekki viðmið. Þess vegna einhvern veginn bara finnst þeim að þetta sé staðreyndin, svona sé lífið. Þess vegna held ég að og þetta sé svona ákveðið vandamál að orðræðan það er svo mikil tæknihyggja í orðræðinu og hún tengist nútímanum, hún tengist því að vera ekki púkalegur, þannig að það er svolítið erfitt að vera gagnrýnin á þróun tækni. Einmitt. Geir, þú varst búin að rétta upp hönd, gerðu svo vel. Sæl. Takk fyrir þetta, Linda. Þetta allt mjög verið athyglisvert. Ég held að einn stór munurinn á COVID og hruninu sá að það miklu meiri samstaða í íslensku samfélagi. Og það held ég að sé rosalega mun. Það voru hver höndin upp á móti annarri og menn voru svakalega reiðir. Það ekki sama reiði í dag. Ég held að það hafi áhrif á líðan og heilsu og fólks. Við erum öll í þessu saman eins og við verðum dálítið mikið og kom fram hjá þér. Þannig að það held ég að sé einn rosalega mikilvægur punktur. Annar punktur held ég að sé sá líka að því þú varst líka að tala um atvinnuleysið. Atvinnuleysið snerti mjög mikið fólk sem ungt, fólk sem bara skammtíma vinna inn í átaksvinnu, ferðamenn og svo framvegis og við finnum ekki eins mikið fyrir því í okkar hversdagslega lífi. Það hugsanlega eitthvað sem kemur seinna. Ég held að það sé alveg klárlega þegar að fer að hægjast í efnahagskerfinu, þegar við förum að vakna úr kófinu, förum að byrja að líta í kringum okkur að sjá hvernig lítur þetta út núna eftir þessa sprengju.
og þannig að það einn þáttur sem ég held að sé rosalega mikil munur frá því sem var og síðan held ég líka að og mér finnst það og vil gjarna kannski bara vekja athygli á því að það ég hef verið mikið að pæla í því hvernig áhrifin eru líka á börn og já, áður ég tek það að þá er það líka atvinnuleysi, við fluttum út atvinnuleysi til Noregs, nú kemst fólk ekki neitt, það stórmunur og en varðandi börnin að þá held ég að sé líka gríðarlega mikilvægt að átta sig á því hver eru hugsanlega áhrif og á COVID og mér langar til þess að ég veit ekki hvort þetta rétt að fórum en það var að koma út declaration frá samtökum alþjóðlegum samtökum sem ég að vinna með, ég í hópi tuga fræðimanna sem eru einmitt að skoða COVID allstaðar bara frá Japan og til Bandaríkjanna og Evrópu og norður og suður að það var fyrst yfirlýsing gæti verið gaman fyrir ykkur sem í félagsfræði að skanna í gegnum hana og þetta ný það sem verið að vekja sérstaklega athygli á áhrifum COVID á heilsu og vellíðan barna og þannig að og þar eru margir athyglisverðir punktar sem kannski einhver ykkar hefðu gaman að lesa á. Ég veit ekki hvað ég get sett þetta inn á Facebook félagsvísinda fræðina sem við félagsvísindasvið, kannski Stefán getur svarað því, en ég læt þetta að duga sinni. Takkir. Takkir. Við höfum nú rætt saman svolítið einmitt líðan kjölfar kreppu og Guðmundur Ævar var andmælandi á annarri dóttursritgerðinni sem ég nefndi áðan, Ástu Snorra, þannig að ég hef nú verið svolítið samtali við ykkur þetta og ég held að það sé alveg rétt einmitt sem að þú segir, Geir, að mörgu leyti svo ótrúlega margt ólíkt hvað varðar þá gerendur í bankakreppunni annars vegar og núna. Og þú nefnir, Geir, að samstaðan sé allt önnur og miklu meiri núna. Það alveg rétt og það var gríðarleg reiði sem við munum kjölfar 2008 í garð fjármálakerfisins og þess háttar. En svo velti maður því fyrir sig samt sem áður, og þetta vitum við það ekki, hvort að samstaðan, hversu lengi samstaðan heldur. Af því að jafnvel þó við séum að horfa á Ísland, þá fór fólk kom misjafnlega undan COVID, ef við getum orðað það svo. Og það var svo augljóst fyrir mér þegar ég keyrði heim daginn og var að hlusta á útvarpið og þá var þar fulltrúi landlæknisembættisins sem var að segja frá einhverju rannsókn sem gerð hafði verið sem hafði sýnt fram á það að foreldrar koma bara afslappaðir undan ástandinu. Ánægja barna hafði aukist, svipað sáu við í kjölfar 2008. Ég man ekki smá atriði út af hvað þetta gekk, en þetta hafði hægst á atvinnulífinu og tengslinu voru orðin betri innan fjölskyldna og svo framvegis. Og þetta alveg örugglega rétt og ég dreg þá að engan hátti efa að hún var með gögn sem sýndi þetta. En svo erum við líka með gögn sem sýna annað og ástæðan bara svo að við náttúrulega ekki einsleitir hópar, ekki einu sinni hér á Íslandi. Ég var í gær að hlusta á eða ekki gær, það nýverið að hlusta á Urði Njarðvík, hún einmitt að slóða hennar fyrirlestur í upphafi þessa erindis. Hún var með erindi á málþinginu út úr kófinu, þar sem hún lenti í því, það var auðvitað ekki planað, en hún lenti í því að vera að fylgja eftir eða safna gögnum frá foreldrum barna með ADHD mitt í kófi. Hún byrjaði þannig hún var alltaf stödd með samanburðargögn fyrir kóf og í kófi. Og þau gögn bera vott gríðarlegt álag í þeim fjölskyldum í þessu ástandi og aukna vanlíðan. Og
og það sem ég ætla að segja á þann að þegar ég steg út í bílnum heim hjá mér eftir að vera búin að hlusta á þessa, hlusta á fulltrúa frá landlæknisembættinu tala hvað í rauninni, hún var að tala það sem mjög mikilvægt, að við þurfum að taka það góða út úr COVID og meðal annars það hvað við gátum að vera meira heima og sem fjölskylda og hægja hans á okkur. Að þá, þegar ég steg út í bílnum eftir þetta, þá rakst ég á nágrannakonu sem er með 2 lítil börn heima og vinnur hérna í opinberri stofnun. Og ég fór að spyrja hana hvort hún hafi unnið heima. Já, sagði hún varð að vinna heima á þessum tíma. Og hvernig var, sagði ég, ömurlegt, sagði hann. Ömurlegt, og ég sagði nú af hverju. Bara þetta hræðilegt. Maðurinn var þannig vinnað að hann voru börnin meira að minna heima. Hún sagði, ég syndi vinnunni illa, ég syndi barnauppbeldinu illa, það var allir orðin bara hrikalega pirraðir. Þetta var ömurlegt ástand. Þannig að, svo náttúrulega missa sumir vinnuna, aðrir ekki, sumir fá aukna vinnu. Þegar við vitum náttúrulega ekki, það er svo mikil óvissa, það sem ég var að nefna áðan. Við vitum ekki hvort að við fáum veiruna aftur og við vitum ekki hvernig þróun efnahagsleysis verður. Hann var einmitt þarna þeir eru með link á fyrirlestur hagfræðings úr fjármálaráðuneytinu sem segir að það er ekki hægt að gera efnahagsspá núna því hún er bara allir þoku. Og sum okkar hafa engar persónulegar áhyggjur af þessu en aðrir eru bara mjög kvíðnir vegna þess að fólk er í þeim geira að það veit ekkert hvort það heldur vinnunni eða ekki eða hvort það heldur fullri vinnu eða hlutavinnu og svo framvegis. Þannig að vonandi verður samstaðan bara áfram sem allra lengst og best. En það er þetta sem við vitum ekki. Nú tíminn eiginlega að hlaupa frá okkur en mig langar að fá Stefán Hrafn, að langt síðan hann rétti upp hönd að koma með svona lokaspurningu kannski í styttri kantinum. Gjörðu svo vel, Stefán. Takk kærlega. Mig langar að byrja að þakka kærlega fyrir þessa fyrirlestarröð og þetta er búið að vera sérlega skemmtilegt að taka svona faglega umræðu þetta. Ráðstefnandi málþingið í fyrradag var líka sérlega skemmtilegt þar sem þetta er bara svona toppurinn að ég vera í háskólanum þegar það er svona málefnaleg umræða, ekkert vera að pota í einstaklinga heldur hugmyndir. Það er gagnlegt að bera saman kreppuna eftir hrunið og núna. Það er auðvitað margt ólíkt en ég óttast verulega að það sem að opinbera stjórnkerfið gerði einhver leyti eftir hrunið, það var að á samdráttur fækkun starfa en verkefnin þau jukust. Það var gríðarlega mikið álag á starfsfólki eins og Hjördís og Linda og fleiri hafa verið að koma að og ég óttast svolítið að þetta muni endurtaka sig einhver leyti. Og svo bara í viðbót við það að auðvitað sjáum við jákvæðar breytingar í svona hækkar meðaltal meðallíðan barna eykst en bara minna á að meðaltali getur falið ýmsan mannlegan harmleik þannig að það getur verið breytileiki þar á bakvið sem ég held að sé mikilvægt að huga að þegar við skoðum breytingar yfir tíma. Takk. Viltu bregðast eitthvað við þessu, Linda, eða? Nei, ég sjálfsög bara tek undir þetta og við erum náttúrulega í lúxusaðstöðu sem fræðafólk að geta bara fundist áhugavert að fylgjast með og sjá hver þróunin verður. Þannig að það var sagt inn í fyrsta opnunarfyrirlestrinum að við lifum á spennandi tímum hvað það varðar. En við höldum bara áfram að fylgjast með og hafa puttan á púlsinum og reyna að læra sem mest af þessu til þess að aðstoða þá sem þurfa að taka ákvarðanir við að gera rétt. Þetta held ég bara góð lokaorð. Bara bestu þakkir Guðbjörg Linda Rafnsdóttir fyrir þennan áhugaverða fyrirlestur og takk öll þið sem komuð og voru með okkur og við sjáumst aftur á mánudaginn þegar Jón Gunnar Bernburg verður hérna. Takk í dag. Takk fyrir að fá að vera með.